Komið sæl og velkomin í Eitt og annað. Það eru lummudagar á næsta leyti. Við ætlum þó ekki að fjalla þá sérstaklega í þessum þætti, heldur ætlum við að fjalla eitt og annað frá Skagafirði. Og þar er nógu að taka. Við ætlum að byrja á sögusýningu Þórð kakala. Á Sturlungaslóðum í Skagafirði stendur Kakala-skáli, hugarfóstur Sigurðar Hansen, sem hefur verið ötull í því að halda sögunum af stormasömum viðskiptum, Sturlunga og áspyrninga á lofti. Í dag er erfitt að gera sér í hugarlund hvernig bændurnir í sveitunum söfnuðust í gríðarstórar fylkingar og börðust blóðugum höndum, og Sigurður hefur lengi áformað að glæða söguna lífi. Þetta var svona líka markmið mitt og eiginlega hugsjón að halda sögunni, þessari öflugu miðaldasögu, Sturlungaöldinni, fram og gera hana svona aðgengilegri og sýnilegri hér á þessu svæði. Við erum hér svona á miðpunkti þessara stór átaka sem urðu á þessum tíma. Við erum Örlygsstaði hérna rétt fram í hlíðinni, Haugsnes hérna fyrir neðan, Flugumýri á hinna hliðina, Víðimýri beint á móti og Gelningaholt hérna til norður og sjáum hérna á Ási í Herranesi. Við sjáum ekki að Reynistaði þó við vitum hvað það er. Og svo er náttúrulega Hólar hérna bak við okkur. Þannig að hér er rauninni miðpunkt og hér varð stór hluti af sögu 13. aldarinnar rauninni skráður hér á þessu svæði. Þetta hófst í rauninni með því að sviðsetningunni á Haugsnesbardaganum, sem var afleiðing af tilgátu sem ég setti fram með það hvernig bardagan hefði borið að. Og í framhaldi af því þá fóru nú að koma fólk til að forvitnast þetta verkefni og ég fór að segja hér sögu aðdraganda Haugsnesbardagans og ég vil eftirmála hana líka og það var ekkert húsnæði, ég átti hér fullt af þökum, þannig að ég fékk þá hugmynd að innrétta hér hluta af minkahúsunum mínum gamlu sem ég var búinn að afleggja. Þar sem áður voru minkar verður í sumar hægt að koma inn í hlýlega móttöku og hefja sögugöngu þar sem Þórður kakali er í aðalhlutverki. Sigurður hefur verið í samstarfi Jón Adolf myndhöggvara en þeir hönnuðu sýninguna í sameiningu og nú hefur þeim borist kröftugur liðstyrkur en fjölbreytt flóra listamanna eru saman komin í skálanum þessar mundir. Geturðu lýst aðeins það sem þeir eru búin að vera bardúsa hérna í Kakalaskóla? Síðan við byrjum hérna 25. mars komum saman 14 listamenn með mér frá 10 þjóðlundum. Þetta eru málarar, myndhöggvarar, tréskurðarfólk, tálgarar, bara nefndu það sko. Já. Og eldsmiður líka, ekki gleyma honum. Nei, einmitt. Og þetta verður svona hálfgert ferðalag í gegnum söguna Þórð, þetta ekki? Já, áhorfendur verður bara leiddur gegn þar hljóðleysum og hlustar á, gengur í gegnum stig á stigi. Þú sérð alveg frá byrjun þegar Þórður kemur til Íslands og síðan hans leið í þessari sögu. Já, alveg til enda. Til enda, já. Já. Það sem að talið að honum hafi verið byrjað leitu. Það er ekki sannað en það er flesta líkur sem bendir til þess. Jack hefur ferðast frá Bandaríkjunum til þess að taka þátt í verkefninu. So, how has this experience been for you as an artist? I've done many projects like this, but this one has been very different, and it's been a great time. 3 weeks in Iceland in the north, and working with some great people. So it's been fantastic, and the family has treated us very well. So it's an enjoyable thing to make art for them. What about the story of Þórður kakali? Has it touched you in any way? Oh, absolutely, absolutely. It's digging into the history has been very interesting for me. Just finding the connections before and after, and being able to represent parts of the story in each chapter has been a great challenge. But challenges are what it's all about. Sigurður hefur rýnt og grúskað mikið í sögurnar og þreytist aldrei á því að segja frá. Hann segir mér að þráttur mikinn vilja þá komi einhvern tíman að því að hann hætti að geta sagt frá og þá vill hann að fólk geti upplifað sögurnar áfram í Kakala-skála. Ég er eiginlega alinn upp með Sturlungu að hluta til. Það var hérna kennari, sögukennari og mikill áhugamaður Sturlungu og ég held að ég sæk það nú bara þangað, ég held það, það gerir svona kannski ekki alveg grein fyrir því en ég hef alltaf verið mikill áhugamaður sögu yfir höfuð og þá ekki síst Sturlungu. Þú hefur verið þekktur fyrir að semja
ýmislegt. Getið þið plataði til þess að fara með einhverja vísu? Ég var nú að gera hérna eina vísu núna daginn. Það vantaði texta við eitt verki þar sem að Kolbeinn ungi liggur á banabeði eftir að hafa fengið bringusárið sem hann hlaut í gleði sinni eftir að hafa gert förnámið hjá Sighvat hjá Grund. Og hún svona: það falla sverð og fallna brár, reknra manna, því illa gróa opin sár. Já, Sigurði vefst ekki tunga tönn og við endastöð á sýningunni verður ljóð Sigurðar örlög Þórðar kakala til sýnis. Þórður var þarna hjá Hákoni konungi, sat að öldrykkju og hugsaði heim til Íslands með trega. Honum barst þarna orðsending það að hann ætti loksins að fá að fara heim aftur. Fagnaði svo rækilega að það þurfti að bera hann til rekkju kvöldið. En Þórður vaknaði aldrei aftur. Sagt að honum hafi verið byrlað eitur, en það var aldrei sannað. Ljúkum heimsókn okkar í Kakalaskála með tilvitnun úr ljóðinu Kakali í konungsgarði. Ætt mín var smáð, vinir vegnir, föðurleifð stólið. Horfin hamingjan, hugsa ég heim í nótt. Horfi ég á hafið út og heyri þig kalla, ættjörn mín, óravegu. Ég flogin til foldar, fuglinn ratar heim. Ég nú örugglega ekki einn það að hafa oft og mörgum sinnum keyrt í gegnum Varmahlíð og aldrei gefið mér almennilega tíma til þess að stoppa þar nema kannski fyrir einn kaffibolla. En ef maður gerir það, þá það alveg þess virði því aðstæðan þar heldur betur upp á sitt besta. Það ekki á allra vitorði sem keyra í gegnum Varmahlíð í Skagafirði að þar sé liðlega 100 barna skóli, íþróttahús, menningarhús, skógur, bullandi heitt vatn og góð sundlaug með glænýrri rennibraut sem svo há að sér allan fjörðinn þegar klifrað upp í hana. Það náttúrulega aðstæðurnar hérna í Varmahlíð eru náttúrulega yndislegar og í rauninni algjör forréttindi að hafa allt á sama blettinum. Við erum auðvitað með skóginn fyrir aftan skólann, þar sem og Reykjarhólinn sem gefur ýmis tækifæri til útivistar og gönguferða og útikennslu og útieldunar sem við reynum að viðhafa eftir megni. Síðan íþróttahúsið við hlið skólans og sundlaugin hér aldeilis með bættri aðstöðu með endurbótum á minni lauginni hér og svo þessari dásamlegu rennibraut sem hefur glatt okkur verulega. Og nýjasta viðbótin síðan körfuboltavöllurinn sem komin hérna á milli skólans og sundlaugarinnar og hvetur alla hópa enn frekar til þess að fara og hreyfa sig í frímínútum og milli stunda og fyrir og eftir skóla. Og þið með líka gervigrassvöll, það ekki? Jú, fyrir ofan skólan, svo uppi skógajaðarinn, þar alveg gervigrassvöllur í allri sinni dýrð og sem búið að vera allan okkur skeið og upphitaður og notaður allt árið kring. Og það svona á eftir rétt að ljúka framkvæmdum hérna við körfuboltavöllin en þar undir líka upphitun, þannig að vonandi getum við nýtt hann líka vel allan ársins hring. Sundlaugin var byggð fyrir nærri 90 árum enda nóg af heitu vatni í Reykjarhólnum og daglegir fastagestir margir. Jú, það mikið heitt vatn og það lof heitt, 90 gráð heitt vatn sem kemur hérna að húsinu og það líka pínu vandamál fyrir okkur að skemmi ekki alla leiðslu strax og allt sem all tæki sem eru með en það eru komið svo miklu nýjungar, tækninýjungar að það ekkert orðið neitt mál. Það frábært bara, mikið af vatni og nóg af því Heit og góðu laug og rennibraut, hvað getur verið betra? Það getur eiginlega ekki verið neitt betra. Ég bara alsæl með þetta. Svo líka sána sem við höfum og þetta bara heilsulind. Og svo ertu náttúrulega með heilt íþróttahús hérna bara í bakgarðinu líka. Já, og svo erum við líka með tækjasal þannig sem fólk getur byrjað á því að fara á hlaupabrettið og hjólið og allt þetta dæmið þarna og farið svo í sund á eftir og þá þetta dagurinn orðinn fullkominn Börnin í Varmahlíðaskóla koma flest með skólabílnum á morgnana og þá býður þeirra morgunmatur en skóladagurinn hefst klukkan 8:20 á morgnana. Það svo dásamlegt að hér borða allir okkar nemendur bæði morgunmat og hádegisverð í skólanum sem eldaður á staðnum og við erum afar sæl með að geta boðið nemendum góðar máltíðir í skólanum og erum með heilsueflandi grunnskóla og mjög ötult starf. Það eru mjög kraftmiklar konur sem leiða það teymi og hefur verið náttúrulega bara lögð rík áhersla á að það sé næringaríkur og góður matur í boði og líka heilmikil áhersla lögð á rækt við bæði svona hreyfingu og vellíðan í skólastarfinu.
Það eftir því tekið hve áhugi á íþróttum mikill í Varmahlíðaskóla og má örugglega tengja þar saman bæði hvatningu, kennslu og aðstöðuna. Við höfum alltaf átt kraftmikla krakka sem hafa staðið sig vel í skólahreysti og eru að taka þátt á hverju ári undir dyggri leiðsögn íþróttakennarans okkar og við eigum aldeilis gott starfsfólk sem að hefur séð tækifæri í ýmsu en það mjög mikil menning fyrir í rauninni íþróttaiðkun og hreyfingu af ýmsum toga og þetta eru náttúrulega allra sístu tímarnir sem þau verða af oft á tíðum ef eitthvað þarf að breyta skipulagi dagsins að þá þeim langflestum mikill missir af því ef íþróttatíminn þarf að hverfa fyrir eitthvað annað. Og þá má við nú ekki gleyma tónlistarkennslunni sem þau eru svo heppin að hafa inn í skóla. Já, tónlistarskólinn hefur deilt húsnæði með okkur í langan tíma og þar einmitt mjög gott samstarf okkar á milli og við njótum þeirra liðsinnis og þáttöku í ýmsum viðburðum sem við skipuleggjum og svo á móti fáum við að njóta góðs af þeirra þáttöku í húsinu og nemendur okkar fara úr kennslustundum og stunda sitt tónlistarnám og skólatíma og að samaskapi bjóða þeir okkur til áheyrnar ef þeir eru að halda sína tónfundi þar sem oft þá boðið einhverjum bekk að koma og sitja þá tónleika innan skólans á skólatíma og þetta bara mikil dásemd. En hvað þykir krökkunum best við umhverfi sitt í Varmahlíð? Að leika sér í skóginum. Er best að leika sér í skóginum? Já, og fótbolti. Að freka körfuboltavellinum, myndi ég segja. En þið nógu mörg til þess að safna í lið í fótbolta? Já, við erum eitt lið, það heit Smári. Og eru allir að spila fótbolta? Nei, ekki allir. Mér fáið stelpur. Hvað gera stelpurnar? Mest strákar. Við stelpunar eru bara... Erum mikið fyrir fimmleika og svona? Fimmleika, já. Þannig. Þá komið að kíkja í smá auglýsingar, skellum kannski 1 og 2 lummur og sjáum svo eftir þær. Frá Varmahlíð ætlum við að kíkja inn á Hofsós. Þar finnum við Vesturfarasetrið sem setur til þess að minnast þeirra Íslendinga sem fluttust vestur til Norður-Ameríku. Það eru liðin 20 ár síðan Valgeir Þorvaldsson og kona hans Guðrún Þorvaldsdóttir á Vatni í Skagafirði opnuðu Vesturfarasetrið á Hofsósi. Með tilkomu setursins var lyft grettistaki í að efla samskipti Vestur-Íslendinga við ættmenni og uppruna sinn hér á landi. Flestir Vestur-Íslendingar þekkja til setursins og ófáir þeirra telja heimsókn þangað vera einn af hápunktum Íslands heimsóknar. 20 ár, hvað heldur þú sést margir búin að heilsa upp á safnið á þessum tíma? Já, ég hef nú kannski ekki tekið það nákvæmlega saman en þetta eru náttúrulega margir tugir þúsunda og náttúrulega vænst þykir okkur allan þennan fjölda sem kemur frá Kanada og Bandaríkjunum. Það eru þetta okkar fólk og svo Íslendingar, þeir eru náttúrulega mjög áhugasamir. Þannig að þetta er svolítið gangi í báðar áttir og ég segi stundum að þetta er svona brú á milli þessara tveggja heima sem við höfum byggt og hún ætlar að halda greinilega. Hlutverk Vesturfarasetursins er að segja þessu sögu og þær eru rosalega margar sögurnar og áhugaverðar. Og ég held að við getum ekki gert þessu fólki neitt betra sem að koma til Íslands og að leita uppruna síns en að segja söguna þeirra. Því að það var náttúrulega býsna neikvæð umræða og umfjöllun. Og ég man eftir þegar við byrjum, sem sagt 96, að þá heyrði ég þessar raddir talsvert. Hvernig voru þær aftur? Þetta voru raunar bara aumingjar og vilsingar sem fóru til Ameríku. Nú hálfgerðir þeir liðhlaupar eða svona, þriðjaflokks fólk. En ég hef náttúrulega hamast við það í gegnum þessi 20 ára að afsanna það. Og það gerist varla svo að maður heyri eina rödd á ári sem neikvæð. Þannig að auðvitað hefur margt komið til, mikið af upplýsingum hefur komið fram.
En það svona pílítið sport hjá mér að breyta þessu viðhorfi. En maður horfir bara á myndina hérna einmitt fyrir aftan þig, þá kannski ekkert skrítið að það hafi læðst að fólki þrá til þess að fara í eitthvað heitara og betra heldur en þennan ís. Nei, sko, ég náttúrulega líti á þetta sem mikla hetjus, á það mikinn hetjuskap að fara frá Íslandi, frá þessum hrikalega aðstæðum og hefja nýtt líf, sem sagt. En það var svo sem ekki eins og tæki við þeim, sko, dansa á rósum í nýju landi. Þannig að þar var líka gríðarlega erfið barátta og reyndi mjög á fólk í nýju landi, kunni ekki málið, kunni ekki á þetta nýja land, þannig að það virkilega tók toll af þessu fólki. Þó saga vestufarannar sé okkur nokkuð kunn, þá saga þeirra 40 Íslendinga sem fóru til Brasilíu ekki jafn þekkt. Sögu þeirra gerð talsverð góð skil á Vestufarasetrinu. Þetta auðvitað ekki stór saga, þetta ekki nema tæplega 40 manns sem fara til Brasilíu, en ákaflega áhugaverð, náttúrulega algjörlega klikkað ferðalag að fara allavega til Brasilíu. Þannig að svona í tilefni af 20 ára afmælinu þá fannst okkur dálítið skemmtilegt að taka svolítið annan vinkil á þetta og þetta auðvitað fólk sem á alveg skilið að við fjöllum söguna þeirra eins og aðrir sem að tóku sig upp og flutta landinu. Hvar bar Íslendinga niður á fleiri stöðum? Ég hugsa jafnvel og ég nú farin að svona horfa á verkefni þarf eftir og það samskipti Íslendinga og Indíana. Þau voru ákaflega sérstök og athyglisverð saga. Þar gæti orðið tilsýning á næstunni. Síðan það svæði eins og Saskatchewan sem við höfum ekki farið mikið inn á. Og það svona aðferðafræði mín gengur auðvitað út og það að fara á milli svæða því að það ekki hægt að éta þennan fíl í einu bita þannig að maður verður að svona fara á milli svæða og fókusera bara á tiltekin svæði og við erum náttúrulega búin að fara inn í Norður Dakota, Utah, Manitoba og núna sem sagt vesturströndin þannig að í þessari seríu munum við koma að Saskatchewan og það svona að við erum farin að horfa í það átt svolítið. Spennandi tíma framöndan og ég vissi það að ég kem ekki að tóma kofanum með hvert þú stefnir. 20 ára baki, það mörg ára framöndan og gangið sem allra best. Takk hérlega fyrir það, sömuleiðis. Hjartað kvalið af löngun Við hefum bara eitt innslag eftir og við ætlum að nýta það til þess að kíkja á Haugsnes bardaga. Fyrir ofan syðstu grund í Skagafirði, undir fjallinu Glóðafeiki, má sjá forvitnilega uppsetningu. 1300 stórum steinum raðað upp í 2 fylkingar og þrátt fyrir kyrrð í lofti má skynja eitthvað rafmagnað í andrúmsloftinu. Á nákvæmlega þessum stað, fyrir rúmlega 770 árum síðan, mættust þarna herskáarfylkingar Sturlunga og Ásbyrninga í blóðugasta bardaga Íslands sögunar, Haugsnes bardaga. Fyrir hvern vígamann hefur Sigurður Hansen sagnamaður komið fyrir einum hnullungi og þeir sem fjallu í bardaganum merktir með krossi. En hver var aðdragandinn að þessari miklu orustu? Hann nú eiginlega svolítið sérstakur, því að í rauninni áttu Ásbyrninga og Þórður og hans liða Sturlungarnir áttu í sjálfu sig að vera í sáttum. Því að þegar að Kolbeinn ungi gefur Þórði eftir ríki Sturlungarna fyrir á Nördalsheiði árið áður, að þá var það gegn sáttum. Síðan gerist það að heimamenn, fyrrum heimamenn Kolbeins unga sem voru komnir í heimavarnarlið hjá Brandi, þeir fara að yrkja níðum Þórð og hans menn og það sagt að það hefði magnast orðasveimi á milli héraðanna sem endaði með því að þegar við kemur fram á Lönguföstu 1246 að þá fer Þórður að draga saman lið til að hefna þessu harma sinna.
Þannig að það rauninni nýðkveðskapur sem að kemur þessu á stað, sem kannski svona dropi sem fyllir mælinn, getur maður sagt. Því að það, eftir Völustaðabardaga þá var náttúrulega mikið hatur á milli héraða eftir þau afhróð sem að Eyfirðingar guldu á Völustöðum. Þannig að þetta nú svona, þetta er ekki einfalt en þetta var kannski svona dropi sem fyllir mælinn. Þórður kemur með lið sitt í Skagafjörð og til að byrja með eru sendir svokallaðir kennimenn á milli liðana til þess að freista þess að halda friðinn. Talið er að skilyrðin fyrir friði hafi verið að fá níðskáldin framseld til Sturlungana en Brandur vildi ekki samþykja það. Við ákveða það þarna kvöldið 18. apríl að mætast morgunin eftir og gera út þessi málbæði með afli. Já. Auðvitað hefur Brandur kannski verið vongóður, hann var með 100 manns fleira í sínu liði en þeir ákveða það að mætast hér á þessum stað. Hvort þetta er 100 metrónir hér til að frá, það kannski skiptir ekki máli en hér var bara daginn háður og það sem að sagt er að Þórður komi óvænt á vinstri fylkingar liðs Brands og komi frá fjallinu, þá getur það ekki gengið upp nema með því að hann hafi verið komin í áðurinn að birti morguninn hérna upp í Litladal og verið það á meðan að Brandur var að stilla upp liðinu en hann átti vona á honum hér gamlu þjóðleiðina hér sunnan yfir Þorleifsstaðásnum. Þannig að honum hefur tekist að koma á óvart. Já, sko, Þórður var náttúrulega vanur herstjórn frá Noregi. Já. Og þar að ekki var hann staðkunnugur hér. Þannig hófst þessi bardagi og uppstilling Sigurðar er í raun stillimynd af fylkingunum tveimur rétt áður en þær skella saman. Í Kakala-skála við Kringlumýri er hægt að nálgast bækling bardagan og listaverkið. Þar er hægt að sjá ljósmynd af svæðinu þar sem steinarnir eru merktir með nöfnum og fá upplýsingar þá sem vitað er að tóku þátt í bardaganum. En það eru tæplega 60 manns. Hver var svona tilgangurinn með því að setja þetta svona upp? Vildur að fólk geti séð þetta fyrir sér? Já, það var málið og sína hvers konar svakalegt umfang þetta er. Þegar koma hér saman 1300 menn, þetta þekur hér það bil hektara. Og hér eru steinarnir þannig að þetta ég hugsaði mig að setja hér niður steinar sem að tækju álíka mikið rými í fylkingu sem maður myndi taka í herklaðum. Þannig að þá getur maður svona átt að sig svolítið á umfanginu. Hvernig var eiginlega framkvæmdin? Þurftur ekki krana eða eitthvað? Ég á ágæta gröfu sem að ég nóg mest við þetta, safnagrjótinu og lítinn svona litla svona innanhúsvél sem að ég notaði til hjálpa. Ég notaði nú þessar 2 vélar, maður hefur ekki gert þetta öðruvísi. Nei. Já, þeir eru alltaf þungið að taka í fangið þessu steinar. Ég myndi halda það. Ég giska svona á það að séu hérna 600 tonn af grjóti í þessu fylkingu. Gerður þetta bara einn? Já, ég var svo til alveg einn. Ég fekk nú þetta aðeins smá aðstoðan. Já. En að mestu leyti gerði þetta einn og alla hugmyndavinna á bakvið þetta. Varstu búin að ganga með þetta lengi í maganum áður en að lista þessu verða? Nei. Ég var á ferðinni hérna niður veginn og við hjónin og á ferðinni hérna niður veginn og segjum við Maju að ég sé bara að hugsa að sviðsetja bardagann. Hún tók vel undir þá, ég byrjaði daginn eftir. Akkurat. En það er nefnilega málið, sko, ef maður fer að velta svona fyrir sér þá gerir maður ekki hlutina, sko. Það er bara að mála í það og taka afleiðingunum og eftir. Þetta er hann Þórður? Þetta er Þórður Kakali sjálfur. Það er hart í honum. Já. Og hann var náttúrulega verið nokkuð stór. Já. Því já, eins og ég sagði að hann var kallaður Þórður stóri. Við sjálf með stærri mönnum. Hvernig persónuleiki var Þórður Kakali? Ég held að Þórður hafi verið afskaplega greindur maður. Og ef að maður ber hann saman með Sturlu bróðir hans, Sturlu Sighvatsson, þá held ég að við ansi mikið greindarmunur á þessum 2 bræðum. Nú,
Sigurður Nórdal sagði það nú einhvers staðar í riti sínu að hann teldi að Þórður Kakala hafi verið mesta stjórnmálamann sem uppi hefur verið á Íslandi. Fyrr og síðar? Já. Haugsnesbardagi endaði með því að Brandur Kolbeinsson var handtekinn og Sigurður Glúmsson tók hann af lífi þar sem nú stendur minnismerki rétt fyrir ofan síðustu grund. Yfir 100 manns létu lífi þennan dag og valdatíð áspyrninga leið undir lok. Ekki gott að segja hvernig umhors hefur verið á þessum stað eftir bardagan, en steinarnir hans Sigurðar segja mikið þó þöglir séu. Get ég plataði til að vera með einhverja vísu núna? Eitthvað sem tengist bardaganum? Nei, það er hérna, þá ætla ég að fara með vísu eftir vinn minn Jóa í Stapa, þegar hann kom hérna einu sinni. Hér má forna fylking sjá, fyrr þar hálfar glíma, steinrunna ég stari á stríðsmenn fyrir tíma. Þá erum við búin að fara víða í þessum þætti í Skagafirðinum. Eins og ég sagði í upphafi, þá eru lummudagarnir á næsta leyti. En það er ekkert eina afsökunin sem að þarf yfir sumarið til þess að kíkja í Skagafirðin, já, eða bara allan ásins hring. Nú ættum við að vera komið með einhverjar hugmyndir, vonandi af því hvað er að gera í Skagafirðinum. Við sjáumst í næstu viku.